að breyta ull í fat eða hvernig verður fatnaður til? Freyr er vel klæddur og Loki líka. Hann er þarna á kafi í snjó og honum er samt ekki kalt. En hvernig í ósköpunum datt nokkrum manni í hug að hægt væri að búa til þráð og nota hann? Kannski hefur einhver einmitt séð svona ullarlagð fastan. Þarna hefur vindurinn snúið upp á ullarlagð sem er fastur á berjalengi og búið til þráð. En skoðum núna allt frá upphafi. Þarna er ær. Þarna sjáum við ullina og að utanverðu er tog. Það er svona frekar langt og slétt og líkist aðeins mannshári. En svo þarna inn við skinnið er mjög fíngert hár og svolítið krullað, mjög hlýtt og einangrandi og það heitir þel. Þarna er önnur kind og hún er svört og við sjáum togið að utanverðu og þelið þarna inni. Þetta er hann Hjörtur og hann er svartbotnóttur. Það eru líka fleiri dýr sem að geta gefið af sér ull og nú skulum við kíkja á þau. Hundurinn hérna framar sem situr og horfir í myndavélina, hann heitir Baugur og hann er frekar loðinn. Það er hægt að nota hárið af honum eða ullina af honum af því að hún er það löng að það er hægt að spinna úr hárinu. En hinn hundurinn sem liggur, hann er miklu snögghærðari með styttri hár og þau eru of stutt til þess að hægt sé að spinna þráð úr því. Þarna sjáum við hvernig feldurinn á Baug er og við sjáum það að það er eins og á kindunum að þarna er tog að utanverðu. Það er slétt og gljáandi, löng hár og svo inn við skinnið er þel sem er mjög mjúkt og fíngert og hlýtt. Geitur gefa líka af sér ull sem er kölluð fiða. Hún er mjög mjúk og verðmæt, kölluð kasmír. Þessar kindur eru nú bara úti og það er hríðargarg en þeim er bara hlýtt samt af því ullin einangrar svo vel og þeim líður vel þarna og ullin einangrar það vel að hitinn frá kindinni bræðir ekki snjóinn. Það er bara snjór á bakinu á þeim. Þessi kind er að ganga úr gömlu ullinni. Íslenskar kindur eru sérstakar hvað það varðar að þegar það er komið fram á vor eða sumar að þá koma skil í hárið á ullinni eða ullina á þeim og þær losa sig við gömlu ullina, ganga úr henni. Það er mjög eðlilegt að ganga úr ullinni þegar það kemur fram á vor eða fram á sumar því að það verður auðvitað allt og heitt að vera í allt og þykkri ullarkápu yfir sumarið. Þessi er að ganga úr ullinni og það sést mjög vel hvað er gömul ull og hvað er ný ull því að gamla ullin er mun ljósari heldur en svo nýja sem er undir. Fólk notaði sér þessi ullarskil sem verða
þegar að kindin sem sagt losa sig við ullina til þess að ná ullinni af kindunum án þess að klippa hana, það er hægt að ná henni svona af með höndunum. Ullin var tekin af kindunum með þessum hætti alveg fram á 18. öld. Nú til dags eru kindur fóðraðar það jafnt og vel yfir allan veturinn að það verða ekki eins mikil skil eins og var hér áður fyrr þegar kindur gengu mikið úti og þurftu að bjarga sér sjálfar að mestu leyti. Þannig að núna í dag þarf að klippa ullina af því að skilin verða ekki nóg, nema hjá mjög ungum kindum eða ef eitthvað sérstakt er. Geitur eru alltaf rúnar á þennan hátt eins og kindurnar voru rúnar í gamla daga. Það er sem sagt, ullin er kemd af þeim en ekki klippt. Venjulega eru sérstakir kambar notaðir til þess. Sama aðferð er notuð við ullarhunda. Þeir eru sem sagt kemdir en ekki klipptir. Seinna var farið að nota svona handklippur til þess að ná gömlu ullinni af og þá er farið með klippurnar í skilin eins og sést á þessari mynd. Ólíkt hinum kindunum sem voru handklipptar eða rúnar á vorin að þá eru þessar kindur sem sjást hér vélklipptar. Þær koma inn að haustinu og eru inni allan veturinn. Áður fyrr voru þær úti mikið til yfir veturinn, nema ef að veður voru mjög slæm. Þarna er ullin tekin af kindinni áður en að hún verður skítug af því að vera inni. Þess vegna er ullin mjög gott hráefni til vinnslu þegar hún er svona hrein. Kindin búin að vera úti allt sumarið, ekki komið hey eða drulla í ullina. Og þá er miklu betra að losna við ullina af því að annars verður kindunum allt of heitt þegar þær eru svona mikið inni. Það tekur ekki nema það bil 1 til 1,5 mínútu að rýja eina kind með þessum hætti og þær eru mjög slakar og líður bara vel á meðan. Ullin sem kemur af kindinni er kölluð reifi. Ólíkt öðrum sauðfjárkynjum að þá er hárgerðin í reifinu mjög misjöfn á íslenskum kindum eftir því hvar á skrokknum er. Erlendis eru kynin þannig að ullin er bara eins allstaðar á kindinni, alveg sama hvar er á skrokknum. Íslenska kindin er með svona mismunandi háralag á skrokknum af því að hún þurfti að bjarga sér úti í öllum veðrum. Þarna sést hálsull, hún þófnar oft dálítið mikið. Ullin á bakinu er aðeins öðruvísi. Þar er hún oft frekar stutt og liðuð. Á síðunum og lærunum er togið lengra og ekki eins liðað eins og upp á bakinu. Liðirnir í bakullinni virka þannig að þegar það rignir að þá nær regnvatnið ekki alveg inn að skinni, heldur lekur það niður síðurnar og bara niður af kindinni, þannig að kindin helst þurr þó að sé rigning. Ef reifið er eins hreint og hér er hægt að vinna úr því beint og þvo þá bandið þegar það er tilbúið. Ullarfitan hjálpar jafnvel til þegar spunnið er, en annars þarf að þvo reifið fyrst áður en lengra er haldið. Þessi mynd er frá því 1940 og hún sýnir 2 konur
úti við að þvo ull. Ullin var þvegin upp úr svokallari keitu. Til þess að búa til keitu var hlandi úr fólki safnað allan veturinn í tunnu. Síðan var keitan hituð að suðu og þá virkaði hún eins og sápa og það var mjög gott að þvo ullarfituna úr ullinni og óhreinindi öll með keitunni. Síðan þurfti að skola ullina og það var gert bara upp úr köldu vatni út í læk. Þessi mynd er tekin seinna en sú fyrri, einhvern tímann 1950, en sýnir sömu vinnu. Það er verið að þvo ull upp úr keitu. Börnin eru þarna með, taka þátt. Sum þeirra er að vinna en önnur eru bara úti að njóta góða veðursins og fá að vera með. Í dag er ullarverksmiðja Ístex sem að tekur móti allri ull sem að bændur vilja leggja inn þar og Ístex er skuldbundið til þess að taka við allri ull. Þessi mynd er frá ullarþvottastöðinni á Blönduósi og allir pokarnir sem sjást þarna í staflanum á fleiri en einum stað eru fullir af ull. Það er gríðarlegt magn af ull sem að kemur þarna inn. Ullin er vinsæl og þarna hefur einn starfsmaður verksmiðjunnar lagt frá sér ullarpeysuna sína. Við sjáum þarna aðeins í ferlið í ullarþvottastöðinni. Þarna var verið að undirbúa ullina fyrir þvott, að vera að tæta hana í sundur. Þetta ferli tekur sinn tíma. Ullin er þvegin í nokkrum körum með sápu og síðan þarf að skola hana nokkrum sinnum. Þegar er búið að skola ullina vel, að þá er hún á leiðinni þarna upp úr þvotti og skolun og upp á færiband á leið í þurrkun. Þessi ull er mislit og greinilega af flekkóttum kindum. Hér er ullin komin á leiðinni í þurrkaran. Þetta er mynd af stjórnborði fyrir blásarana og þurrkarana. Þarna sést inn í þurrkaran og sést í rauninni að það er blásið í ullina og hún er tætt mjög mikið saman. Þarna er greinilega opið hús. Það er hópur sem er að fylgjast með og fær að sjá framleiðsluferlið. Það er mjög hrein og fín ull sem kemur út úr þessum þurrkurum.